Góðan dag. Góðan dag, góði gestir og verið hjartalega velkomin á ársfund Landsvirkjunar 2025. 1. júlí í sumar verða liðin 60 ár frá því að Landsvirkjun var stofnuð. Í rafrænu árskýrslunni sem kom út núna bara í lok febrúar, frábært plagg, ég hvet ykkur til þess að kíkja á hana, að þar má finna svona víð og dreif myndskeið þar sem starfsfólk af ýmsum sviðum fyrirtækisins spurt svona þessar einföldu en kannski flóknu spurningar: af hverju ertu að vinna hjá Landsvirkjun? Svörin eru ýmiss konar náttúrulega eftir hvort þú ert að vinna í mötuneyti á Kröflusvæði eða viðhaldi á Þjórsársvæði, vaktmaður, Fljótsdal eða í bókhaldinu í Reykjavík. En það samt rauður þráður í svörunum og þessi rauður þráður stolt yfir því að vinna hjá þessu öfluga orkufyrirtæki þjóðarinnar og þessi tilfinning að vera að gera samfélaginu gagn. Og það engin ímyndun. Þegar við lítum á þær breytingar sem hafa orðið á íslensku samfélagi frá árinu 1965, þá þarf svo sem ekkert doktorspróf í hagfræði til þess að sjá hvaða áhrif stórhuga uppbyggingar á orkukerfisins á Íslandi hefur haft á velsæld og lífskjör þjóðarinnar. En á þessu fundi ætlum við ekki bara að vera að horfa í baksýnisspegilinn og gleðjast yfir góðum ákvörðunum í fortíðinni, heldur erum við líka að horfa til framtíðar á þau ótal verkefni sem bíða. Og ekki síður þá vonast ég til þess að við getum aðeins rætt þessi verkefni og séð fyrir okkur framtíðarkynslóðirnar sem munu vonandi, þegar þar kemur, geta litið öxl með sama stolti og við gerum núna. Og það virkilega ánægjulegt að sjá okkur hérna svona mörg. Þegar var lokað fyrir skráningu og þá voru 425 búnir að skrá sig, sem ég held að endurspegli enn og aftur mikilvægi orkumálanna og almennan áhuga á þessu málaflokki. Þetta eru 60% kallar, 40% konur og við sem hér erum í þessum sal vinnum á 140 mismunandi vinnustöðum. 140 mismunandi vinnustöðum úti í íslensku samfélagi. Það alveg magnað. Það eru 11 Sigurðarskráðir, 10 Magnúsar, 9 Guðmundar, 8 Gunnarar, 7 Birnir, 6 Bjarnar, 5 Ragnheiðar, bara 3 Guðrúnar. Það Tinnur, 1 Þórgunnur. Ég tapaði mér aðeins í það að fara svo yfir listan og skoða hvaða samsetninga fólki væri að fara að koma hérna saman með okkur. En dagskráin nokkuð hefðbundin hjá okkur eins og sæmir 60 afmælisbarni. Þótt sumir segja 60s sé the new 40s, þá höldum við nokkur svona bara innan eðlilegs ramma. Það eru nokkur stutt ávörp og erindi og svo endum við hér í pallborði þar sem við getum vonandi dýpkað umræðuna aðeins. Og að fundi loknum þá verður boðið upp á veitingar og tónlist hérna frammi og við byggjum ykkur endilega að staldra aðeins við, blanda geði, fagna aðeins með okkur. Og þá ekki eftir neina að bíða. Það komið að fulltrúa eigenda okkar, maðurinn sem heldur á eina hlutabréfinu í Landsvirkjun, fjármálaráðherra Íslands, Daði Már Kristófersson. Velkomin. Góðir fundarmenn, eitt brýnasta verkefni íslenskra stjórnmála að auka verðmætasköpun. Aukin orkuöflun spilar þar lykilhlutverk. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar skýrt kveðið á að við ætlum að auka orkuöflun, styrkja flutningskerfi, bæta orkunýtni. Þannig ætlum við að styðja við orkuskipti og verðmætasköpun allt land. Þar segir líka að við ætlum að einfalda ferli leyfisveitinga og að þau verkefni sem eru í nýtingarflokki rammaáætlunar verði látin njóta forgangs í stjórnsýslunni.
Ríkisstjórnin ætlar að vinna breiðri sátt lagaumgjörð vindorkunýtingar og sjá til þess að stærri hluti tekna af orkumannvirkjum renni til þeirra samfélaga sem næst standa. Og síðast en ekki síst verður raforkulögum breytt til að tryggja forgang heimila og almennra notenda. Ljóst að verkefni komandi ára eins og orkuskiptin krefjast þess að rjúfa verður kyrrstöðuna í þessum málaflokki. Það algert forgangsmál hjá ríkisstjórninni að koma þessum málum í rétt horf. Eftirspurn eftir endurnýjanlegri orku hefur vaxið mikið. Ef framboð stendur í stað verða afleiðingar að verð hækkar. Samkvæmt spám ekki gert ráð fyrir auknu framboði að auki framboð muni koma inn á markaðinn fyrir í fyrsta lagi á árinu 2027 til að mæta aukinni eftirspurn. Verð á raforku mun því öllum líkindum haldast hátt á komandi misserum. Það skekkir samkeppnisstöðu Ísland sem okkur sem hefur verið ágæt lengst af. Græn orka hefur verið þar í lykilhlutverki. Í mínum huga verður að bretta upp ermar og hefjast handa við orkuöflun og það erum við einhuga í ríkisstjórninni. Spennandi verður að sjá Vaðölduver, fyrsta vindorkuver Landsvirkjunar og leið Íslands hefja raforkuvinnslu innan skamms. Vonandi mun það verkefni verða til að eyða tortryggni og efla trú á vindorkuna sem mikilvægan orkugjafa. Að vindi eigum við Íslendingar nóg. Raunar komst ég að því þegar ég flutti heim úr námi og hafði hjólað Skandinavíu árum saman að allur vindur á Íslandi mótvindur. Ég algjörlega sannfærður það að vindorkan eigi eftir að spila stórt hlutverk í að auka verðmætasköpun og bæta lífsgæði fyrir land og þjóð. Beislun vindorkunar eitt þeirra verkefna sem við verðum að ná samstöðu samhliða því að ná skynsamlegri nálgun og sátt orkuöflun sem tekur í senn tillit til viðkvæmrar náttúru og verðmætasköpunar. Kostnaður við vindorku hefur fallið mikið á undanförnum áratugum og í dag hún orðin samkeppnisfær. Vindorkan þó eðlisólík þeim endurnýjanlegum náttúruauðlindum, raforkukostunum sem við höfum hingað til nýtt hér á landi. Framboðið sveiflukennt og ófyrirsjáanlegt. Því nauðsynlegt að hafa aðgang að sveigjanlegum orkukosti sem auki getur framleiðslu eftir þörfum til jöfnunar. Vatnsorkan hinn fullkomni meðspilari vindorkunar, því hana hægt að geyma án orkutaps. Virði þessarar jöfnunargetu vatnsorkunar þar af leiðandi mjög mikið. Þróun í nágrannalöndunum hefur sýnt stóraukna arðsemi fjárfestinga í vatnsorku eftir að vindorka bætist við framboðið. Afar mikilvægt að uppbygging vindorku á Íslandi byggja á markaðsforsendum, þannig að ábati af miðlun skili sér til eiganda miðlunarinnar, annaðhvort með því að eigandi vatnsaflsvirkjunar setji sjálfur upp vindafl eða að til sé staðar markaður þar sem orku miðlað á grundvelli verðmætis hennar. Hugmyndir uppbyggingu við vindorku mega ekki byggja á forsendum að miðlun fáist án greiðslu. Ég hef lengi verið þeirrar skoðunar að mikilvægt sé að nærsamfélög njóti góðs af uppbyggingu og rekstri orkumannvirkja. Slíkar framkvæmdir eru þjóðhagslega mikilvægar. Afar mikilvægt að hagsmunir nærsamfélagsins verði líka teknir inn í myndina og styðji hagsmunir samfélagsins alls. Í undirbúningi hafa verið breytingar sem einmitt eiga mið að því að nærsamfélög hafi sterkari hagsmuni af orkuuppbyggingu. Slíkar breytingar eru líklegar til þess að styðja breiðari sátt orkuöflun og skjóta styrkari stoðum undir samfélög allt land. Til þess verðum við að horfa að skapa sem mesta sátt. Í nýliðnum febrúarmánuði kynnti ég nýtt verklag val í stjórnir ríkisfyrirtækja og í framhaldi var auglýst eftir áhugasömum einstaklingum í stjórnir stærri ríkisfyrirtækja, þar með talið Landsvirkjunar. Ég bind vonir við að þetta nýja verklag muni skila góðum árangri og bæta ennþá frekar stjórnun fyrirtækjana og styrkja hagsmuni eigandans okkar allra. Svipaðri aðferðafræði hefur verið beitt við val í stjórnir bankana undanfarin ár með góðum árangri
og í samræmi við leiðbeiningar OECD góða stjórnarhætti þegar kemur að tilnefningum í stjórnir opinberra fyrirtækja. Það gríðarlega mikilvægt að einstaklingar sem veljast í stjórnir séu valdir á faglegum forsendum þannig að stjórnin í heild sinni þjóði sem best hagsmunum viðkomandi fyrirtækis. Valnefnd mun koma með tillögu að nýrri stjórn Landsvirkjunar fyrir næsta aðalfund. Ég vil á þessum tíma nota tækifærið og þakka núverandi stjórn Landsvirkjunar fyrir hönd íslensku þjóðarinnar fyrir farsæl og mikilvæg störf. Þeim Jóni Birni Hákonarsyni formanni, Gunnari Tryggvasyni, Álfheiði Ingadóttur, Halldóri Karli Högnasyni og Sofíu Björg Guðmundsdóttur fyrir farsæla stjórn og rekstur Landsvirkjunar sem hefur gengið vel, enda hefur fyrirtækið greitt 90 milljarða króna í arð á tímabilinu 2021-2024. Sterk fjárhagsstaða Landsvirkjunar og arðgreiðslur hennar skipta og munu skipta íslenskt þjóðarbú og ríkissjóð miklu máli. Takk fyrir. Næstur tekur til máls stjórnarformaður Landsvirkjunar, Jón Björn Hákonarsson. Fjármála- og efnahagsráðherra Daði Már Kristófersson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Jóhann Páll Jóhannsson og aðrir góðir gestir. Mér sannur heiður að bjóða ykkur öll velkomin á ársfund Landsvirkjunar. Enn þetta árið fullt tilefni til þess að gleðjast yfir því hversu vel hefur tekist til í rekstri og afkomu þessa orkufyrirtækis þjóðarinnar sem gerir því kleift að skila eigendum sínum, landsmönnum öllum, ríflegum hagnaði sem nýtist í þeirra þágu í rekstur ríkissjóðs. Og leið og fyrirtæki reiði fram þennan hagnað það í öllum álnum til að fara í enn frekari og löngu tímabæra fjárfestingar til uppbyggingar, nýrra virkjana og stækkana virkjana sem fyrir eru til að bregðast við þeim skorti sem komin upp á endurnýjanlegri orku í samfélaginu okkar. Skortur á raforku hægir ekki bara á efnahagslegri sókn til atvinnuuppbyggingar land allt. Heldur einnig að við, Íslendingar, getum staðið við skuldbindingar okkar í loftslagsmálum og haldið áfram í orkuskiptum innanlands. Það þjóðhagslega mikilvægt og að rjúfa þessa kyrrstöðu og hafa strax. Það verður að gera Landsvirkjun sem og öðrum fyrirtækjum í orkuframleiðslu kleift að þjóna hlutverki sínu af fullum krafti, svo hægt sé að leggja grunn að velferð og hagsæld samfélagsins í framtíðinni. Og við ætlum að víkja aðeins betur á því hér á eftir. En aðeins reksturinn. Rekstur Landsvirkjunar gekk áfram vel á árinu 2024, þó afkoman hafi kannski jafnast á við metárið 2023. Aðstæður voru þó krefjandi á þessu ári. Vatnsbúskapur sögulegi lágmarki sem helgaðist að þurru árferði og þá sannaðist það nú gott fólk að það þjóðhagslega hagkvæmt að rigna á Suðurlandi og sólin skína á Austurlandi. Þetta höfum alltaf vitað sem búum fyrir austan, það ágætt fyrir ykkur hinn að vera upplýst þetta. En þetta leiddi náttúrulega til þess að tekjur drógu saman vegna minni raforkusölu. Það urðu breytingar samt á verðtengingu í samningi við stórnotanda, auk þess sem innlendar áhættuvarnir lækkuðu frá fyrra ári. En þrátt fyrir þessar áskoranir, þá var afkoman vel ásættanleg með aðstæður og fyrirhuga stjórn fyrirtækisins að leggja til við aðalfund félagsins sem haldinn verður í apríl næstkomandi að greiddir verði 25 milljarða króna í arð til þjóðarinnar vegna nýliðins rekstrarárs. En þessi einstaka fjárhagsstaða Landsvirkjunar ekki tilviljun. Hana má rekja til fjárfestinga í nýjum og arðbærum virkjunum, endursamninga við flesta stærstu viðskiptavini fyrirtækisins sem greiða nú orkuverð sem sambærilegt því sem gengur og gerist í þeim löndum sem viljum bera okkur saman við. Þá hefur með auknum tekjum og ráðdeild í rekstri hefur fyrirtækjunum tekist að gjörbylta þessari stöðu á síðasta rúma áratug og greiða niður skuldir. Þannig að eftir hefur verið tekið. En leið hefur svigrúm til arðgreiðslu eins og fjármálaráðherra sagði áðan í sameiginlega sjóði þjóðarinnar vaxið mikið, þannig á liðnum árum frá 21 til 24 þá hefur Landsvirkjun, eins og hann sagði, greitt 90 milljarða króna til eigenda sinna íslensku þjóðarinnar. Og einhvern tímann hefur verið sagt að það hefði munað að minna í ríkisbúskapnum heldur en það.
Eiginfjárhlutfall Landsvirkjunar er hærri en nokkru sinni fyrr, 66,2%. Nettó skuldir hafa lækkuð á síðasta ári 4,2 milljarða og skuldsetningin komin í 1,6 rekstrarhagnaði fyrir afskriftir. Það er jafn gott eða betra en gengur og gerist í öðrum orkufyrirtækjum á Norðurlöndunum og fyrirtæki með næst hæstu lánshæfiseinkunn orkufyrirtækja Norðurlandana hjá Standard & Poor's Global Ratings en einungis Statkraft í Noregi með hærri einkunn hjá því fyrirtæki. Og það er næsta verkefni að fara fram úr Norðmönnum í því eins og öðru. En þessi staða gerir það að verkum að fyrirtæki hefur aldrei haft meiri bólmagn til þess að fara að setja kraft í orkuöflun og fara í framkvæmdir sem ég eins og sagði áðan eru landi og þjóðu nauðsynlegar, hvort sem til aukningar lífsgæða sem og í baráttu við loftslagsvandann. Á árinu 2024 hófust loks framkvæmdir við Vaðölduver sem hét áður Búrfellslundur og verður það fyrsta vindorkuver landsins með uppsett afl upp á 120 megawatt. Mun sú framkvæmd skipta sköpum til að koma með orku inn sem hraðast á næstu árum til að takast á áðurnefnda snúna stöðu sem komin upp á raforkumarkaði í dag. Leið kemur ný stoð inn í raforkuframleiðslu landsins með beislun vindorkunar. Það hlaut að koma að því að stanslaust roki kæmi til góða og meiri sér fann að tala vindgæði og það langt selst, sem áður var nú bara kölluð ótíð. En svona breytast viðmiðin. Það hillir líka að Hvammsvirkjun sem verður 95 megawatt afli og mun leika lykilhlutverk í því að fullnægja þörf samfélags á næsta árum fyrir að aukna orku til vaxtar orkuskipta, að hún komist nú vonandi að teikniborðinu þar sem hún hefur dvalið áralangt skeið og til framkvæmda. Reyndar kom tímabundið bakslag í miðjum janúarmánuði eftir ítrekkaðar og áralanga tafir í stjórnkerfinu, en vonir standa til þess að Alþingi leysi þeim hnút fljótt og örugglega, enda hefur hæstvirkur orkumálaráðherra sem hér er á leiðinni eða kannski komin í hús, lagt fram frumvarp þess efnis. Á hann þakkir skildar fyrir að hafa brugðist í þessari fordæmalausu stöðu sem málið var komið í að miklum krafti og vonandi verður þessari óvissu eitt nú strax, því að við getum ekki beðið lengur eftir Hvammsvirkjun. Það er svo sjálfstætt mál að mikilvægt er að Alþingi rýni nú vel lagaumhverfi og regluverk í kringum endurnýjanlega orkukosti til að gera það kleift að slíkir kostir fái eðlilegan umfjöllunartíma og komist til framkvæmda án þess að áratugir fari í málaferli og framkvæmdir sem þörfi fyrir nútíma samfélagi sé ekki pikkfastir í slíku ferli svo áratugum skiptir. Og að ógleymdu öllu því fjármagni sem í það fer sem betur komið í fjárfestingunni sem skilar þjóðinni arði. En það er einnig í undirbúningi nú framkvæmdir við stækkun Þeistareykja og Sigöldustaðar og ef allt gengur óskum verður því Landsvirkjun með fernar nýframkvæmdir í gangi á sama tíma seinna þessu ári sem munu styðjast við 3 mismunandi endurnýjanlega orkugjafa. Og ég held að við getum öll tekið það að það er vel að verki staðið. En eins og áður sagði þá reyndi mikið á innviði Landsvirkjunar á síðasta ári. Við þær erfiðu aðstæður sem ríktu vegna mikillar eftirspurnar og sögulega lítils innrenslis í lónin. Álag var mikið á starfsfólki sem og þau kerfi og verklag sem þróuð hafa verið innan fyrirtækisins. Það var afar ánægjulegt að sjá hversu vel tókst samt að takast á við þessar krefjandi aðstæður og standa við skuldbindingar fyrirtækisins á sama tíma við rekstur raforkukerfis sem byggir eingöngu og endurnýjanlegum orkugjöfum og örugglega einstakt í heiminum. Hér er ekki kveikt á neinum gasorkuveri þegar orkuskortur til þess að bjarga málunum. Og ég held að þetta gerir þennan árangur ennþá merkilegri við aðstæður svo nú uppi. Ég vil því nota tækifæri hér fyrir hönd stjórnar Landsvirkjunar og þakka forstjóra og starfsfólki fyrirtækins öllu fyrir vel unnin störf og gott samstarf á síðasta ári. Það er okkur ljós sem í stjórn þessa fyrirtæki sitjum að því fylgir mikil ábyrgð að halda utan þetta fjöregg þjóðarinnar. En leið er það mikill heiður að fá að gegna því. Ég vona svo sannlega að sú hugmyndafræði verði áfram hjá framtíðarstjórnendum fyrirtækisins leiðarljós og Landsvirkjun verði í eigu þjóðarinnar ókomna tíð. Ég óska ykkur öllum til hamingju með 60 ára afmælið. Takk fyrir mig. Menn spyrja sig oft hvers vegna var ekki virkjað fyrr í Þjórsá og vísa þá til þess að strax í upphafi 20. aldar voru komnar fram virkjana hugmyndir Einar Ben og aðrir slíkir fjárfestar.
En ég vil snúa spurningunni við og segja hvernig gat þetta gerst þó þetta snemma? Rafmagnið orðið svo sjálfsagður hluti af lífi Reykvíkinga og raunar nær allra landsmanna að okkur hættir til að gleyma þeim mikla þætti sem rafmagnsveiturnar eiga í daglegu lífi okkar allra nema þá helst eitthvað bilar eða reikningarnir koma. Orkuvandamál Norðlendinga á að vera búið að leysa innan árs en þá mun Kröfluvirkjun hefja rafmagnsframleiðslu ef allar áætlanir standast og þá á byggðalínan svonefnda reyndar einnig að verða fullbúin. Eldgos hafið í Leirhnjúki. Við búum í þannig landi að við verðum bara að takast á við náttúruöflin og verjast þegar á þarf að halda. Við röskum einhverju, það sjást eitthvað eftir okkur á hverjum virkjunarstað og þegar við erum búin að ganga frá þá bara mallar þetta svona nokkuð sjálfkrafa og eftir ef við berum það saman við kol og olíu þá náttúrulega sjáum við hvað þetta er tært. Þetta bara náttúran sem sér þetta. Mér fannst þetta skemmtilegur tími. Það var mikið af ungu fólki í þessum starfsmannahópi og menn náðu nokkuð vel saman og nutu lífsins svona hver með öðrum og já, ég tel þetta hafi verið skemmtilegasti tími í mínu lífi. Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, stígur næstur á svið en hann hefur stýrt afmælisbarninu fjórðung líftímans eða í 15 ár. Hörður ætlar að fjalla ábyrgðina sem fylgir því að vera trúað fyrir auðlindum þjóðar, stöðuna núna og framtíðarsýnina í orkumálunum. Fjármálaráðherra, orkumálaráðherra, aðrir ráðherrar í salnum og góðu gestir. Það er gaman að vera með ykkur hérna ársfundi sem er líka á 60. starfsári Landsvirkjunar og fjalla fyrirtækið. Það sem ég ætlaði að fjalla í þessu stuttu erindi er að horfa aðeins tilbaka og sjá svona hvernig okkur hefur tekist til. Fara aðeins yfir stöðuna sem er í dag og þau verkefni sem við erum að takast á við þessa dagana og horfa svo til framtíðar hvað við þurfum að gera til þess að við skilum fyrirtækjuna af okkur eins og við viljum til komandi kynslóða. En græna orkan okkar er grunnur lífsgæða okkur allra. Hún er orðin svona samtvinnuð sjálfsmynd okkar og hún tengir svona hugmyndum framsækni, forystu nýsköpun og svona hugvit og tækniþróun. Já, heyriði mér núna. Svona gerist þegar maður verður rafmagnslaus. En það sem ég ætlaði að segja að græna orka hún er geysilega sterk fyrir okkur. Hún er svona grunnur lífsgæða okkar og mjög samtvinnuð sjálfsmynd okkar eins og við upplifum hann í dag sem þjóðar. Ef við horfum á 60 ára sögu Landsvirkjunar þá er hún að mínum mati saga farsallar uppbyggingar. Í dag þá erum við að starfrækja 14 vatnsaflsstöðvar og 3 jarðvarmastöðvar og við erum að framleiða 70% eða 73% af raforkunni sem er nýttar á Íslandi. Og við starfsmenn Landsvirkjunar erum mjög stolt af öllum þessum stöðum. Við lítum á þetta sem nánast sem börnin okkar og erum gríðarlega stolt yfir þeim. Hönnunin hefur reynst vel með tilliti til nýtingu auðlinda með virkjanna og hvernig nýtingu auðlinda og hvernig það líta út og hvernig það bara hafa fallið inn í umhverfið. Vissulega hafa þær breytt umhverfinu, það er ekki nokkur vafi og við vitum það aldrei nálgumst þessu verkefni það gerist.
En það er búið að vanda til verka, það er alltaf reynt að draga úr áhrifunum eins og mikið og mögulegt að þekkja neikvæðu áhrifin og vita hvernig við bregðumst við og það er mjög ánægjulegt að í öllum tilvikum hjá okkur þá hefur áhrifin verið innan þeirra marka sem við byggumst við og oft verulega minni. Frá upphafi verið vandað mjög til rekstrar og viðhalds og það er mjög ánægjulegt og sérstök tilfinning að labba inn í virkjun með erlendum viðskiptavinnum, 50 ára gamla virkjun sem er búin að vinna alla daga ársins og puða og framleiða orku í 50 ár, að upplifa það að þetta sé eins og ónotuð virkjun. Og að gestirnir koma með okkur segja þetta meira komast inn í heilbrigðisstofnun heldur en að koma inn í virkjun. Þetta sýnir bara hvernig við umgöngumst þetta og hvað við leggjum mikið natni við það að gera þetta vel. Við höfum einnig kappkostað að hafa nærumhverfi virkjana mjög snyrtilegt og ræktað það upp eins og það sáum á myndunum. Þetta falli vel inn í landslagið og landslagið verði fallegt. Við mælum reglulega viðhorf samfélagsins og það er óhætt að segja það að þvert á það sem margir halda þá er viðhorfið mjög jákvætt og sérstaklega í nærsamfélagunum. Það er ekki óalgengt að viðhorfið jákvæðir neikvæðir sé svona yfir 80% jákvæðir og innan við 5% neikvæðir. Við vitum að við þurfum að vinna fyrir þessu og leggjum mikla áherslu á það að vinna náið með nærsamfélagunum. Okkur hefur verið treyst fyrir verðmætum og náðu raungera það með framúrskarandi virkjunum en líklega eru þessar virkjanir sem við erum með í höndunum eitthvað besta framlag sem við færum komandi kynslóðum. Að þær fá upp í hendurnar þessar eilíðar vélar sem að þær geta nýtt til þess að framleiða orku sem þau þurfa til þess að samfélagi virki. En við höfum líka haft beina áhrif á lífskjör, bara með að afhenda raforku til heimila og fyrirtækja í landinu, þá hefur það á öruggri endurnýjanlegri orku á einhver hagstæðasta verði að raforku sem þekkist í nágrannalöndunum okkur. Við höfum sparað mikið á gjaldeyri í staðinn fyrir að kaupa einn orku og þetta er eitt besta framlagið okkar til loftslagsmála. Að auki hefur við fengið stórnotendur til þess að koma til Íslands og byggja hér upp starfsemi sína, mjög mikilvæga viðskiptavinni sem hafa verið bara mjög mikilvæg hluti bara í útflutningsatvinnulífi í Ísland, mjög sterkar stoðir sem standa af sér alls konar efnahagskreppur og efnahagssveiflur. Vissulega hefur tekist á við þessa viðskiptavinnu raforkuverð, það er mjög eðlilegt, en við höfum alltaf náð farsælli lausn þar sem að Landsvirkjun hefur fengið ásættilegt raforkuverð til að skila ásættilegri afkomu og samkeppnishæfni þessara fyrirtækja hefur verið tryggt. Það er líka mikilvægt að hafa það í huga að þessi stórnotendur þeir hafa fjármagnað alla uppbyggingu á raforkukerfinu. Þessu flókna kerfi, þessu víðfeðma kerfi er fjármagnað af þeim. Bara einfaldlega þeir eru það stórt hlutfall af kerfinu, það lendir í þeirra hlut. En kerfið okkar er alveg einstakt. Við oft lítum á þetta sem sjálfsagðan hlut, en við gerum okkur ekki grein fyrir þetta er í raun og veru eina kerfið sinna tegundur í heiminum. Eina kerfið sem er 100% endurnýjanlegt. Og þetta er eina kerfið, eitt af fáum kerfum sem er algjörlega líka ótengt öðrum kerfum. Og það eru margir sérfræðingar sem við hittum erlendis frá í orkugeiranum sem telja að þetta sé jafnvel ekki hægt að gera þetta. Sérstaklega að gera þetta með svona miklu öryggi og að gera það svona hagkvæman hátt án þess að vera með jarðefnaeldsneyti í kerfinu. Vissulega er þetta krefjandi, sérstaklega þegar við þurfum að segja þessum sérfræðingum að þetta kerfi byggir á því að við borum inn í eldfjöll og síðan beislum við vatnsmikla gruggugar jökulár sem eru stórum hluta árinu ísilagðar upp á hálendi Íslands í alls konar veðri. Og það er alveg rétt að hafa þau að þetta að reka svona kerfi þá dugar ekki íslenska sjónarmiðið þetta reddast. Það þarf virkilega að vanda til verka, bæði með vanduðum undirbúningi og skýru verklagi og miklum rannsóknum. Á síðasta ári reyndi eins og kom fram mikið á kerfið og við vorum í fullseldu kerfi, lentum í mjög slöku vatnsári og það er sérstaklega ánægjulegt með alla þessa kerfi og ferla og hermunalíkun og annað að upplifa það að þetta var alltaf undir kontról, alltaf. Vissulega þurftum við að beita öllum úrræðum sem við höfðum en við komumst í gegnum þetta og stóðum við allar skuldbyrðir fyrirtækisins sem er eins og maður vonar að maður geti gert, því maður vil heldur líka nýta kerfi vel, en það gerist þegar við lendum í sem er fullselt kerfi, hámarksafkostum í lágmarksinneyrslu. En það er ekki bara það að kerfi gengi vel að við náðum líka að skila góðu rekstrarafgangi. Reksturinn var góður eins og kom fram hjá stjórnarformanni og ég ætla ekki að fara að endurtaka tölurnar sem hann fór yfir, en þetta var eitt af bestu árum Landsvirkjunar, það er bara síðasta ár sem var betra, sem var mjög sérstakt, en ég ætla aðeins að stoppa við skuldir félagsins.
Fyrirtæki skuldar núna sem 92 milljarða, vissulega það upphæð, en í samhengi Landsvirkjunar þetta ekki há upphæð. Til að setja þetta í samhengi þá gert ráð fyrir því að Hvammsvirkjun kosti álíka mikið. Hvammsvirkjun mun auka orkugetu Landsvirkjunar 5%, þannig að það má segja að skuldir Landsvirkjunar eru svona vel innan við 10% af eignum, líklega nær 5%, af því að þetta eru raun og veru eilífðarvélar og þetta ekki tilviljun. Við höfum lagt gríðarlega áherslu á að borga niður skuldir á síðustu árum og það hefur gengið mjög vel, enda reksturinn hefur verið góður. En að ná þessu góða árangri síðustu ári við þessar krefjandi aðstæður var ekki tilviljun. Þetta byggir á þeim framúrskarandi mannauði og öflugum innviðum sem fyrirtæki býr við, sem búið að byggja upp í fyrirtækjunum á mjög löngu tíma. Við erum með framúrskarandi starfsfólk í öllum störfum hjá okkur, hvert á sínu sviði sem leggur sig fram og þar þurfti virkilega að taka á síðasta ári bæði við erfiða vatnsár og síðan undirbúningur framkvæmda, svona margra framkvæmda, flókin í mjög viðkvæmu umhverfi sem á Íslandi. Fyrirtæki hefur einnig trausta innviði sem reynast vel, en þeir hafa byggst upp á 60 árum og við erum alltaf að læra. Við lærum mikið á síðasta ári hvernig við getum tekist betur á við þessar áskoranir næst, því að þegar menn eru í svona síbreytilegun umhverfi sem stýrist af náttúrunni þá alltaf að breytast hvað við erum að takast á við. Og ég verð að segja það að ég mjög stoltur af því samhenta hópi sem vinnur á Landsvirkjun og hefur unnið frá fyrirtækinu á stofnun þess og ég fullyrði að verklag okkar og árangur stenst allan samanburð við fremstu orkufyrirtæki í heiminum. En það líka, eins og kom fram hjá fjármálaráðherra og stjórnarformönnum, þá hefur þetta gert okkur kleift að borga bæði arð og svo þurfum að borga mikla skatta. Og það áhverð að setja þetta í samhengi, á þessu ári lagt til að borga fyrir síðasta ár 25 milljarða og þá höfum við greitt yfir 90 milljarða á 74 árum, en á sama tíma erum við líka búin að borga í tekjuskatt 60 milljarða. Þannig að samanlagt þetta 150 milljarða sem fyrirtæki að skila beint til samfélagsins ofan á það að búa til útflutningstekjur gegnum að flytja raforku út með vörum stórnotenda og ofan á það að við séum að skapa lífskjör á Íslandi með að skaffa ódýra raforku til heimila og smærri fyrirtækja. Þannig að ef þetta allir sett í samhengi þá held ég að við getum sagt að við séum að gera okkar til þess að styðja við samfélag og við erum mjög stolt af þessu framlagi fyrirtækisins. Að lokum má segja að við gerðum margt annað en að borga þetta. Við lækkuðum líka skuldur 90 milljarða á þessu tímabili. En ég verð þó segja, þó að þessi háa tölur, þessar arðgreiðslur, að þá ef við horfum á eignir fyrirtækisins og raunverulegt eigið fé sem eigandinn á í fyrirtækinu, að þá arður sem hlutfall af eignum eða hlutfall af eigið fé ekki hár í fyrirtækinu. Og ég held að við þyrftum að gera betur, enda erum við ekki búin að semja við alla viðskiptavini fyrirtækisins. Það mun breytast heilmikið þegar við ljúkum samningunum við þann síðasta. En ef við farum aðeins í nútímann hvar við erum í dag, að þá eins og við líka komið áfram, þá staða raforkukerfisins mjög krefjandi á síðasta ári, sérstaklega það lendir saman með lélugu vatnsári. Við erum á stefninni betra vatnsár. Að vísu getur margt breyst í sumar en vorið hefur verið gott, þannig að við vonum að það muni verða, það sérstaklega að fer saman þetta fullseldakerfi og lélegt vatnsár þá komu upp áskoranirnar, en þetta gæti gengið betur ef við fáum gott vatnsár. En okkur hefur ekki tekist að auka orkuvinnslu í takt við þarfir samfélagsins, þrátt fyrir við höfum ítrekað á fundum hér og í ræðu og riti í samtali við stjórnmálamenn bent á þörfina að við þurfum að auka orkuvinnslu ef við ætlum að ná markmiðum okkar orkuskipti og við viljum hafa öflugan hagvöxt í samfélaginu. Og það sem við erum að sjá að þetta hefur haft mjög neikvæð áhrif á okkar mati. Orkuskiptunum hefur seinkað, raforkuverð til almennra notenda hefur hækkað, útflutningsfyrirtæki sem nýta raforku ekki gert að kleift að vaxa og hafa ekki getað tekið starfa í þeim mæli sem þau vilja. Jóna, samstarfskona mín, mun koma eftir og fara yfir í hvað ógöngum við erum komin með leyfisveitingaferlið og hvað við teljum að sé til ráða. En við erum að fara í umfangsmiklar framkvæmdir eins og við komum fram, 4 stórar framkvæmdir. Hvammsvirkjun, fyrsta skipti við byggjum virkjun í byggð, verður mjög krefjandi. Fyrsta vindorkuverið sem við erum að reisa núna upp við Vaðöldu og svo að stækka Þeistareykjastöð sem hefur gengið mjög vel og síðan að stækka Sigöldu. Það ætlum að stækka stöð sem í rekstri en okkar mikilvægasta stöð sem við ætlum að bæta við 65 megavatta túrbínu. Allt
mjög krefjandi verkefni sem okkur hlakkar mikið til að takast á við og munum vanda til verka. Og vonandi verða ekki frekar hindranir en á þessum mikilvæga verkefnum en því að svo sannarlega þörf á þeim í samfélaginu. Ég vil líka taka undir það sem kom fram hjá fjármálaráðherra að það er mikilvægt líka að við og stjórnmálamenn finnum leiðir til þess að auka jákvæð áhrif virkjanir í samfélaginu. Það er mikið ákall eftir því frá orkusveitarfélögunum. Þau hafa heilmikið til sín máls þó að sé vissulega heilmikinn ávinningur sem er nú þegar skilinn eftir að þá þarf að auka hann og það þarf líka að tryggja að hann skiptist jafnar. Það er ójöfn skipting í dag í mörgum tilvikum sem að er ósanngjörn. En það þarf bæði að auka þær og líka að tryggja sanngjarnari útskiptingu. En ef við horfum til framtíðar þá er þetta mikilvægasta sem við þurfum að gera sem samfélag sem hefur skort í fortíðinni. Við þurfum að hafa skýra sýn á framtíðar orkuþörf samfélagsins ef við ætlum að byggja hann upp á endurnýjanlega orku. Endurnýjanlega orka tekur langan tíma að byggja og undirbúa, þannig að ef við ætlum að láta hann uppfylla þarfir samfélag sem er í vexti þá þurfum við að hafa skýra sýn, fyrst og fremst til næstu 10 ára, þar sem kannski þau verkefni sem við þurfum að vinna að á hverjum tíma, en við þurfum líka að hugsa til svona 25 ára sem er svona kannski meira svona hvað mögulega viljum gera ef að tækifæri og annað verður til staðar og þá þurfum við meira kannski ekki að útiloka kosti sem gætu þurft að koma þar inn. Þannig erum við bæði að horfa til markmiða orkuskipta sem sett okkur háleit markmið og bara almennan vöxt í samfélaginu en líka hvernig við viljum nota raforkuna til að styðja við hagvöxt og útflutningsdrifin hagvöxt með störfum sem að borga há laun. Orkuþörfin mun vaxa umtalsvert. Sama hvernig það mun þróast, því bara orkuskiptin ein og sér munu þurfa það. En það er hins vegar mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að orkuskiptin eru krefjandi. Orkuskiptin verða alltaf mjög krefjandi ef að þau kosta mikið. Og við erum að sjá þá út allan heim að orkuskiptin er að ganga hægar þau þurfa út frá loftslagssjónarmiðunum, loftslagsskuldbindingunum, einfaldlega vegna þess að jarðefnaeldsneytið er of ódýrt og nýju lausnirnar eru of dýrar. Og þetta er að gera það er að hægja á þessu áður en að allt þetta nýja í alþjóðastjórnmálum er að koma upp núna sem er að gerast í Bandaríkjunum og annars staðar sem er virkilega mikið áhyggjuefni fyrir þessa vegferð. En við þurfum virkilega að finna leiðir til þess að gera orkuskiptin hagkvæm. Fókusera mjög á þá leiðir sem eru hægt að nýta þar til dæmis við beinni rafvæðingu og einnig að þróa aðrar lausnir og ná þar kostnaðinum niðri. Til næstu 10 ára þá eru held ég flestir sammála hvað þarf á orku. Þessar sviðsmyndir sem er búið að greina bæði að Landsneti og Orkustofnun og við höfum gert greiningar að þá er talið með við þegar forsendur við höfum orkuþörfin muni aukast 25%. Orkuþörfin muni aukast 25% eða svo cirka 5 teravastundir sem er alveg viðráðanlegt. Það er heilmikið en það er hvort það sé alveg 15, 20, 25%, það er eitthvað á þessu bili eftir hvernig orkuskipti ganga eftir. En við þurfum að hafa skýra sýn á þetta hvernig við ætlum að mæta því. Það er líka mikilvægt að við þróum áfram fyrirkomulag raforkuviðskiptanna og hvernig við tryggjum það að bæði að heimilin og smærri fyrirtækin hafi áfram þetta orkuöryggi þessa mikilvægu þjónustu sem við þurfa sem er raforkan en einnig á sama tíma tryggja samkeppnishæfni stórnotenda og Tinna mun fjalla það betur eftir hvaða leiðir við sjáum þar. En til þess að mæta orkuþörfinni þá verðum við að horfa á hagkvæma orkugjafa. Það er lykillinn að velgengni í Íslandi í fortíðinni að við höfum haft aðgengi að hagkvæmum orkugjafum fyrst og fremst í vindi, í vatnsafli og jarðvarma. Við þurfum áfram að gera það. Það er því að, sem ég sagði, orkuskiptin, vandamál orkuskiptan er kostnaður. Kostnaðar verða á raforkunni skiptir þar mjög miklu máli og einnig tækni sem þarf síðan til þess að umbreyta orkunni yfir í aðra orkubera sem hægt er að nota. En það skiptir mjög miklu máli að við séum með samkeppnishæfa orkugjafa. Á Íslandi erum við með 3 auðlindir sem eru samkeppnishæfar. Það er vatnsafl, sem er jarðvarminn og vindur á landi. Þetta getum við nýtt áfram og til þess að búa til lausnir sem henta bæði í orkuskiptinu og til þess að vera samkeppnishæf á þessum alþjóðamarkaði sem viljum starfa. En við þurfum líka að finna hagkvæma kosti í vatni, hagkvæma kosti í jarðvarma og hagkvæma kosti í vindi. Af því að kostnaðurinn, eins og ég segi, skiptir mjög miklu máli.
En framtíðin björt, en við þurfum að taka réttu skrefin. Við þurfum að hafa skýra sýn á orkuþörf samfélagsins, við þurfum að nýta hagkvæma virkjanakosti, við þurfum að koma betur til móts við nærsamfélag virkjanana og við getum með því skapa meiri verðmæti og lífsgæði. Og ég sannfærður þessu sagði áðan, ef við vöndum okkur áfram til verka í uppbyggingu og rekstri okkar endilega raforkukerfis, þá tel ég að þessar skuldlausu eilífðarvélar sem við erum með í höndunum og ætlum að halda áfram að byggja upp, verði það besta sem við færum komandi kynslóðum til að takast á við þeirra verkefni. Takk fyrir. Á meðan Jóna Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri samfélags- og umhverfis, kemur sér fyrir á sviðinu, skulum við aðeins líta fram í tímann og sjá hvernig Hvammsvirkjun mun líta út fullbyggð. Heyrðu, gaman að vera með ykkur hér í dag og alltaf gaman að sjá hvað eru mörg sem að komið á og eru með okkur á þessum fundum. En eins og fram hefur komið hjá fyrri ræðumönnum í dag, að þá getum við svo sannarlega verið stolt af því sem raforkuuppbyggingin hefur fært okkur til þessa. Og ef ég horfi bara svona til minna kynslóðar, að þá man ég ekki eftir öðru en að við höfum bara haft næga orku, hvort sem þeir bara heima eða í vinnunni. Amma og afi, þau hafa nú líklega aðeins aðra sögu að segja, en stóra spurningin í dag hver verður saga barnabarnanna okkar. Samkvæmt orkustefnu stjórnvalda, að þá skal orkuþörf samfélagsins alltaf vera uppfyllt. Mér finnst áhugavert að í þessari stefnu að þá kemur samt ekki fram hver þörfin er. En það er áhugavert að velta líka fyrir sér hvernig lentum við í þessari stöðu sem er komin upp í dag. Þessari brýnu þörf varðandi raforkuöflun og að sjá samfélaginu fyrir raforku bara á allra næstu árum. Er það að þörfin er ekki vel skilgreind í þessari stefnu? Eða er það svona, hvað ég að segja, er það súpa seyðið að vissi svona ákvörðunarfælni stjórnmálanna og stjórnsýslunnar síðastlinn, rúman áratug? Dæmi hver fyrir sig, en af öllum framkvæmdum sem hægt að sækja leyfi fyrir hér á landi, þá tel ég að akkurat í dag sé líklegast erfiðast að fá leyfi fyrir uppbyggingu nýrra virkjana, vinnslu á hreinu grænu orkun okkar og eins og Hörður komst inn á orði áðan sem er svolítið samofin okkar sjálfsmynd sem þjóð. Ég sjá upp á skjánum, þetta eru mörg leyfi, margir sem koma að, það eru vissulega ekki allir þessir sem öll þessi leyfi sem við þurfum í hvert skipti, en að jafna er þetta 12 heimildir og leyfi. Og í okkar bransa og í þessu ferli, þá er ekki í boði
að halla sér að okkar sér íslenska þjóðar mottói þetta reddast. Það að mörgu að hyggja, margir svo koma að, þetta mikil vinna fyrir marga og oft mikið álag á lítil sveitafélög og stofnanir sem eru því miður oft undir mannaðar til að sinna þessu mikilvægum verkefnum samfélagsins. En þetta gefur ykkur svona yfirlit yfir svona umfangið og síðan ákvað ég að skella hérna upp svona tímalínu ef allt gengur óskum. Þá þetta 3 kjörtímabil frá því að orkukostur lagður inn í rammaáætlun og þangað til hægt að gangsetja. Vissulega kannski smá einföldu mynd sem ég skelli upp hér í dag, en þetta samt raunsætt yfirlit. Og ég bið ykkur núna að veita sérstaka athygli hérna miðju svæðinu á tímalínunni, umsóknarferli leyfisveitinga frá því að Alþingi setur kost í orkunýtingarflokk og þangað til framkvæmdir geta hafist, þá þetta sirka 5 ár. En mér finnst nú alltaf skemmtilegra að skoða raundæmi, hvernig gerast hlutirnir svona í alvöru. Og Hvammsvirkjun liggur jú vel við, hann mikið í umræðunni og þá þurfum við að fara 26 ár aftur í tíman. 26 ár, þetta sirka svo tími sem tekur okkur að ala upp nýja kynslóð. Og ef þið aðeins svona farið tilbaka í ykkar lífi, hvar voru þið árið 1999? Ég var 25 ára, flutta heiman frá mömmu og pappa og eignaðist mitt fyrsta barn. Og gaman að deila því með ykkur að í fyrra var hún Sofía mín 25 ára og flutta heiman. En Hvammsvirkjun hefur sem sagt verið til umfjöllunar í rammaáætlun frá upphafi. Allar verkefnisstjórnir, allir faghópar hafa komist að sömu niðurstöðu. Þetta bara ákjósanlegur kostur. Hann hagkvæmur, hann flokkast með lágt verndargildi, enda miklu leyti á röskuðu svæði í margvirkjuðu vatnsfalli og mun skila stöðugri orku til samfélagsins árabil. En hvað að frétta? Það komin 10 ár, ekki 5, síðan Alþingi setti Hvammsvirkjun í orkunýtingarflokk, eins og hafði alltaf verið ráðlagt. 10 ár, þetta svona ein grunnskóla ganga og ef enga tafir hefði orðið í ferlinu, að þá telst mér til að við værum svona það bil að fara að gangsetja Hvammsvirkjun nú í haust. Og þá spurning, værum við í þessari brýnu þörf, í þessari stöðu sem komin upp í orkumálum? Það eitt líka sem mér smá ofarlega í huga núna þegar ég að fara yfir þetta og hugsa tilbaka að þegar rammaáætlun var sett á laggirnar, að þá var talað að hún ætti að stuðla að aukinni sátt. Ég veit ekki hver ykkar upplifun, en mín upplifun akkurat í dag svo að það markmið hefur ekki náðst. En frá 2015 eða síðastliðnum áratug þá hafa 8 stjórnvaldsákvarðanir verið kærðar, 11 kærumál og þetta yfir 30 kærur sem hafa borist, en eingöngu 2 hafa leyfi verið felld úr gildi. Og bæði skiptin það vegna formgalla. Ekkert efnislegt sem hefur komið fram, varðandi framkvæmdina sjálfa, útfærslu hönnunar, vinnulag okkar hjá Landsvirkjun, formgallar sem hafa seinkað framkvæmdum. Og ég hef nú ekki tíma, ég fekk ekki það mikið tíma, ég gæti farið alveg á dýptina með ykkur í ástæður þess að leyfin voru ógild. En ég ætla að gera svona heiðarlega tilraun til að kjarna þetta aðeins fyrir ykkur. Að fyrir 2 árum, árið 2023, að það vorum við nú næstu komin í mark, vorum komið virkjunarleyfið. Og þá kemur úrskurður umhverfis- og auðlindanefndar. Nei. Ja, það úrskurðarnefndin, ég veit ekki hvort ég að rugla núna nefndarheitum á Alþingi eða þessari nefnd, en allavega úrskurðarnefndin.
hún úrskurðar í janúar 2023 að Orkustofnun sem veitti leyfið hefði átt að eiga meira samtal við Umhverfisstofnun og þá sérstaklega vatnaáætlun sem hefði þá nýlega tekið gildi. Þannig að niðurstaðan var meira samráð á milli stofnana. Gott og vel. 2 árum síðar, bara núna í janúar, þá var búið að gefa út virkjunarleyfið aftur og endur útgefa leyfið og þá kemur dómur héraðsdóms og hann fellir virkjunarleyfi líka úr gildi og þá á þeirri forsendu að í raun og veru hafi Orkustofnun og Umhverfisstofnun í raun og veru bara ekkert tilefni til þess að ræða saman. Það hafa bara ekki forsendu til þess. Af því að Umhverfisstofnun hefur samkvæmt héraðsdómi ekki heimild til þess að veita þá heimild sem nefndin vildi að Orkustofnun vildi ræða við Umhverfisstofnun. Hvað segir maður núna? Ég held að í rauninni það er orðið það flókið að komast í mark að ég held að það þurfi aðeins að fara að skoða þetta ferli og taka þau upp og jafnvel einhverju leyti frá grunni. En svona gæti þetta litið út. Samþætt umsóknarferli eins og þekkist víða gæti tekið 2 ár í staðinn fyrir þessi 5 og ég tel að þetta sé vel framkvæmanlegt án þess, og þetta er mjög mikilvægt, án þess að slaka á nokkrum umhverfiskröfum eða draga úr aðgengi almennings að ferlinu. Og eftir 20 ár að vinna í þessu ferli, þá held ég að það væri raun og veru bara verið að einfalda aðgengi almennings, af því að þarna væri verið að taka á öllu stóru málunum á sama tíma, á sama stað. Ein samræmd leyfisveiting, ein kæruheimild sem myndi þjóna sama tilgangi og það flókna ferli sem við búum við í dag. Smá veganesti fyrir ráðherra inn í komandi vinnu, af því að það er virkilega hvetjandi að lesa stefnuyfirlýsingu nýrrar ríkisstjórnar þar sem kemur einmitt fram að þeir eigi að vinna áfram að endurskoðun leyfisveitingaferilsins. En einnig atvinnustefnan. Mér finnst þar líka vera tækifæri fyrir okkur, af því að eins og við komum fram að þá finnst okkur að það vanti skýra sýn varðandi orkuþörfina. Hver er orkuþörfin til næstu áratuga? Tækifæri til að koma því inn í stefnuna og ég segi þetta að ég held að það hjálpi umræðunni, náum betri fókus ef við vitum hve mikið þegar við erum að ræða hvar og fyrir hvern. En eins og við höfum komið inn á að þá í orkumálum að þá erum við að taka ákvarðanir í dag sem raungerast eftir áratug eða síðar. Við erum í raun að taka ákvarðanir fyrir börnin sem að koma í heiminn núna. Verður orkuþörf þeirra uppfyllt þegar þau flytja heiman? Eða verðum við ennþá í sömu sögu og aldamótabörnin og Hvammsvirkjun? Það verður spennandi að fylgjast með því í ellinni, en stjórnmálamenn dagsins í dag þurfa að hafa kjark til að taka farsælar ákvarðanir til langs tíma í þessu málaflokki. Og stofnanirnar þurfa að hafa burði til að vinna síðan að þessum ákvarðanum. En eins og kemur fram á skjánum fyrir ofan mig, lífsgæði barnanna og barnabarnanna okkar ráðast af ákvörðunum sem eru teknar núna í dag. Og ef við höldum áfram á sömu braut, þá er ég allavega ekkert viss að þetta reddist. Takk. Tinna Traustadóttir, framkvæmdastjóri sölu og þjónustu, fjallar næst íslenska raforkumarkaðinn og þær breytingar sem að verða á skipulagi raforkusölu. En í millitíðinni langar okkur að sýna ykkur hvernig Vaðölduver, fyrsta stóra vindorkuver landsins, mun líta út þegar myllurnar 28 verða komnar á sinn stað fyrir neðan Sultartanga og rokið farið að skila orku inn á kerfið.
fjármála- og efnahagsráðherra, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, utanríkisráðherra, góðir afmælisgestir. Ég ætla að bjóða ykkur í tímaflakk. Byrjum á að fara cirka 20 ár aftur í tíman. Árið er 2003, en það ár setti Alþingi raforkulög sem innleiddu samkeppni í framleiðslu og viðskiptum með raforku. Þessi breyting var gerð að evrópskri fyrirmynd og hugsunin var að samkeppni myndi leiða til hagræðingar og sjálfbæra nýtingar auðlindarinnar, notendum raforkunar og eigundum að auðlindinni til hagsældar. Og þessar breytingar hér á landi leystu úr læðingi krafta sem segja má að hafi birst okkur í 3 bylgjum. Í fyrstu bylgjunni fóst aukin samkeppni í framleiðslu og það voru fyrirtæki á borð við Orku náttúrunnar, HS Orku, fjölda smávirkjana sem komi nýtt framboðin á markaðinn. Stórnotendum hefur fjölgað á tímabilinu og hafa nú meira val en áður við hvernig versla raforkuna af. Bylgja númer 2 hófst upp úr árinu 2017 þegar ný sölufyrirtæki hefja innreið sín á smásölumarkað raforku, samkeppni eykst á því stigi markaðar neytendum til hagsbóta. Og í dag í kringum 30% verðmunur á hæsta og ódýrasta raforkusalanum og heimilin í landinu geta nú valið þann raforkusala sem býður hagstæðustu kjörin og bestu þjónustuna hverju sinni. Undir lok árs 2003 veitti umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið 2 fyrirtækjum leyfi til þess að reka skipulagðan raforkumarkað, Vonarskarði og Elmu sem dótturfélag Landsnets. Og það má segja að þessar 3 bylgjur séu allar ennþá í fullu fjöri. Hér sjáu þið hvernig raforkan flæðir eftir flutningslínunum og ég ætla að gera að umfjöllunarefni munin á raforkumarkaði hér og á meginlandinu. 400 milljón manns þar, 400.000 hér. Raforkukerfi og markaður sem 100 sinnum stærri en okkar og með margfalt fleiri markaðsaðilum. Hátt í 1000 markaðsaðilum og meðan hér þeir fáeinir tugir. Í Evrópu hlutfall endurnýjanlegrar orku 3/3 og löndin þar keppast við að byggja upp aukna græna raforkuvinnslu og fasa út jarðefnaeldsneyti. Hér erum við skrefi á undan og erum þegar með 100% endurnýjanlegt kerfi. Fjöldi sæstrengja og milliríkjaviðskipti á meðan við erum einangrað orkukerfi. Á meginlandinu raforkumarkaðurinn að kljást við að eiga nægt tiltækt afl í álagstoppunum, en hér þurfum að passa upp á að eiga næga orku yfir veturinn, frá hausti og þar til fyrra vora og innrennsli í lónin eykst. Raforkumarkaðsfyrirkomulagið á hvorum stað fyrir sig endurspeglar þessi ólíku viðfangsefni. Hátt hlutfall skammtímaviðskipta hentar vel í raforkukerfi sem ennþá háð kolum og gasi og meðan langtíma samningar hafa hentað okkur einstaklega vel. Það óumdeilt að skammtíma markaður raforku í Evrópu hefur skilað miklum ávinningi og skilvirk leið til þess að ræsa fram hagkvæmustu framleiðsleininguna hverju sinni, sama hvort að ræða gas, kolaorku, kjarnorkuver, sólarorku eða vind, og ákvarða hvert raforkan skuli rata í flóknum viðskiptum á milli landa. Landsvirkjun þarf að hugsa sig vel áður en ákvörðun tekin þátttöku í næstadagsmarkaði sem hannaður út frá öðrum aðstæðum en hér ríkja, því að við erum engin venjulegur raforkumarkaður. Og eitt atriði viðbót varðandi þann grundvallarmun sem á raforkumarkaði hér og annars staðar, en á Íslandi nota stórnotendur 80% raforkunar. Hlutfall akkúrat öfugt í öðrum löndum. Samkeppnisforskot stórnotenda hérlendis byggir á langtímasamningum sem veita fyrirsjáanleika og byggja undir verðmætasköpun. Heimili hafa ekki þurft að keppa við stórnotendur trygga orku, afhendingu og verð. Síðastliðin misseri hafa einhverjir komið þeim sjónarmiðum á framfæri að tækifæri til endursölu stórnotenda geti aukið virkni raforkumarkaðar og bjargað raforku öryggi almennings. Ekki almenn skoðun en hefur verið sagt og skrifað. Þegar horft til þessara tveggja markaða ljóst að með óheftri endursölu værum við að færa lyklana að raforku öryggi landans og raforkuverðsmyndun til stórnotenda. Á Íslandi nota 3 stærstu stórnotendurnir 65% af allri orku sem unnin í landinu og þeir 2 stærstu hvorum sig nota
meiri raforku en öll heimili og fyrirtæki í landinu samanlagt. Í Noregi nota sá stærsti 4% raforkunar. Og þessi ýktu hlutföll á íslensku raforkumarkaði gera kröfu að við setjum reglur sem tryggja sanngjarna samkeppni almennings við stórnotendur. Ríkisstjórnir nágrannalandanna að kljást við viðfangsefni tengt ókyrrð á raforkumarkuðum, há raforkuverð og gríðarlega miklar verðsveiflur. Og miðurgóðu fyrirsjáanleiki hefur gert iðnaðarstarfsemi erfitt fyrir, framleiðsla hefur dregist saman, hagvöxtur hefur dregist saman og samkeppnishæfni álfunnar hefur átt undir högg að sækja. Staðan á Íslandi önnur og betri. Lægsta raforkuverð til heimila í Evrópu, mun meiri verðstöðugleiki eða verðöryggi, eins og sumir kalla það, en víðast hvar annars staðar. Stórnotendur sem að hér búa vilja vaxa og búa við samkeppnishæft umhverfi. Og það einkum tvennt í þessu samhengi sem skiptir sköpum. Okkar gjöfulu náttúruauðlindir sem á nýta til framleiðslu endurnýjanlegrar orku, á meðan Evrópa háð jarðefnaeldsneyti í raforkuframleiðslu sem þýðir að til að mynda ef að verð á gasi snarhækkar að þá dansa raforkuverði með, en það hefur ekki áhrif hér heima. Fyrirkomulag viðskipta hér á landi skiptir líka máli og hefur verið sniðið að okkar þörfum. Raforkunotendur búa við mikilvægan fyrirsjáanleika hvað tryggja orku afhendingu og verð varðar. Og ekki nóg með það, heldur aðilar hér á landi tilbúnir til að reisa virkjanir og nýta endurnýjanlega orkugjafa á markaðsforsendum, án niðurgreiðslu frá hinu opinbera. Og það að stóru hluta vegna langtímasamninga og verðstöðugleika sem að þeir hafa í för með sér. Þessi góði árangur í orkumálu sem ég raki kemur ekki að sjálfum sér og okkur ber skylda til þess að halda áfram og byggja á þessum trausta grunni sem að kynslóðna sem koma undan okkur undirbyggu með mikilli fyrirhyggju. Við stöndum á ákveðnum krossgötum þegar raforkumarkaðir annars vegar, stjórnvöld ætla að tryggja réttlátar leikreglur og leikreglurnar mega ekki eingöngu vera á forsendum raforkusalana og milliliðana, heldur verður fyrirkomulagið ekki síður að vera á forsendum notenda raforkunar. Í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar, líkt og Daði kom inn á, kemur fram að raforkulögum verði breytt til þess að tryggja forgang heimila og almennri notenda að raforku og það vel. Almenni markaðurinn hefur verið tilbúinn til þess að greiða hærra raforkuverð en stórnotendur og þannig hefur það verið sögulega. Það því augljóst að það má finna leiðir til þess að tryggja þessum hóp trygga orkuafhendingu á sanngjörnu verði og það án þess að raska þeim langtíma samningum sem að stórnotendur byggja sína tilveru á. Raforkumarkaðurinn í stöðugri þróun og áframhaldandi þróun þarf að vera á forsendum íslenska markaðarins og íslenskra aðstæðna. Við breytum ekki bara breytingana vegna, heldur aðeins ef við sjáum fram á að gera góða stöðu enn betri. 60 ára saga Landsvirkjunar samofin sögu viðskiptavinanna. Hagsmunirnir hafa farið saman og við höfum skapað mikinn ávinning fyrir samfélagið. Landsvirkjun steig sín fyrstu skref með því að reisa Búrfellsstöð og álverið í Straumsvík byggði upp sína starfsemi. Með þessum skrefum var til ný efnahags- og útflutningsstoð sem hefur reynst gríðarlega verðmæt. Og meira en hálfri öld síðar starfa þessi tvö fyrirtæki enn saman að því að skapa mikil verðmæti. Og eins og við þekkjum hefur stórnotendum fjölgað, gagnaveis iðnaður á heimsvísu í mikilli sókn og hann það líka hér heima. Og gagnaverið sem hér starfa hafa nú nánast eingöngu snúið sér að þeim spennandi tækifærum sem felast í gríðarlegu reikniafli ofurtölva þar sem hægt að leysa viðfangsefni sem af áður óþekktri stærðargráðu. Kannski verða útreikninga fyrir nýtt tunglskot eða hátæknilyf hérlendis. Og landeldið ný atvinnugrein sem að stíga sín fyrstu skref og verður gaman að fylgjast með í framtíðinni. Landsvirkjun stolt af þeim mikla árangri sem hefur náð á síðastliðnum áratugum, en árangurinn ekki okkur einum að þakka, heldur byggir hann á traustri samvinnu. Starfsfólk okkar á auðvitað hluta máli
og það eiga heimilin, fyrirtæki, stór sem smá, framsýnir stjórnmálamenn og svo mætti lengi telja. Í orkugeiranum býr kraftur og þann kraft þurfum við að virkja til þess að leiða fram lausnir framtíðarinnar sem eru heildinni til hagsbóta. Í upphafi erindisins rakti ég þá farsælu sögu sem hefur átt sér stað á undanförnum 20 árum. Á árinu 2003 voru líklega fá sem gerði sér í hugarlund þær jákvæðu breytingar sem að raforkuleiðin leysti úr læðingi. Að sama skapi er erfitt að ímynda sér nú hver staðan verður að 20 ára liðinu. En við hljótum öll að vera sammála um það að staðan verður að vera enn betri fyrir okkur öll. Og þrátt fyrir að framtíðin sé óráðin að þá hefur reynslan fært okkur þekkingu sem við getum byggt á. Og við verðum að sýna samstöðu og vanda til verka núna. Verkefni okkar er að taka ákvarðanir sem tryggja hag næstu kynslóða, þannig tryggjum við sterka framtíð á stoðum fortíðar. Takk fyrir. Við ætlum að verja síðasta hluta fundarins í pallborðsumræður og langar að bjóða gestunum, fulltrúum víðsvegar að koma hér og setjast hjá okkur. Það er Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, hann fær að taka þátt. Guðrún Halla Finnsdóttir, framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar hjá Norðuráli. Gestur Pétursson, forstjóri Umhverfis- og Orkustofnunar og Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Jóhann Páll Jóhannsson. Gestur, þú myndir til að hér, Jóhann hér. Það er náttúrulega þannig að það hafa orðið miklar breytingar undan, ég held ég geti sagt bara undan farið ár í umgjörð orkuvinnslu og orkufyrirtækja og það er miklu fleira í farvatninu. Það er búið að sameina stofnanir, það er verið að endurskoða leyfisveitingaferli og lagaumgjörð, þá komið nýr ráðherra yfir málaflokkinn og svo framvegis. En mér langar samt að segja, rauður þráður í því sem hefur komið fram hér í dag snýst nauðsyn þess að setja skýrar leikreglur sem þjóni þörfum samfélagsins. Og þá er fyrsta spurningin í rauninni hverjar eru þarfir samfélagsins og hverjar verða þarfir samfélagsins. Og Jóhann Páll, ef ég beini kannski fyrstu spurningu til því, þá bendi Jón á orkustefnu Íslands til 2050 í sinni erindi og vitnaði þar í eitt af markmiðunum sem segir bara orkuþörf samfélagsins skal uppfyllt punktur. Það hefur bara verið þannig. Er von á því úr þínu ráðuneyti eða þeirri ríkisstjórn sem þú situr í einhvers konar mat eða skilgreining á orkuþörf samfélagsins til framtíðar og þá til hversu langs tíma? Já, orkuþörfin er náttúrulega einhverju leyti metin í þessum orkuspám sem hafa komið út bæði frá Orkustofnun eða Umhverfis- og Orkustofnun eins og hún heitir núna og svo frá Landsneti. Ég held kannski að stóra spurningin sé hvað viljum við? Hvað vilja stjórnvöld og hvað viljum við sem samfélag? Orkuöflunar vilji, það er kannski lykil orðið hér af því, ég meina þetta getum við bara tekið ákvörðun um að sleppa því að vera ná fram kolefnishlutleysi, við getum það alveg, við getum líka tekið ákvörðun um að fara að loka verksmiðjum og afsala okkur útflutningstekjum og við getum tekið ákvörðun um að vera bara með minni hagvöxt á næstu árum. En það er ekki stefna þessarar ríkisstjórnar og ég held að það sé ekki vilji til þess í samfélaginu. Ég held að við viljum einmitt afla aukinnar orku til þess að standa undir hraðari orkuskiptum, til þess að verja raforku öryggi út allt land og til þess að auka verðmætasköpun á hinum ýmsu sviðum. Þannig að ég held að það sé kannski stóra verkefnið og við vorum nú svona frekar skýr með þetta kannski fyrir síðustu kosningar, minn flokkur, að við vildum og við töluðum bara það hreint út að við vildum stefna að því að auka orkuöflun 5 teravattstundir á næstu 10 árum. Jafnvel binda það í lög. Ég meina, við erum með lög opinber fjármál sem gera ráð fyrir að þegar ný ríkisstjórn tekur við þá setji hún sér fjármálastefnu þar sem koma fram ákveðin viðmið afkomu hins opinbera til næstu ára. Það mættu þetta vera eins með orkumálin. Það er eðlilegt að ný ríkisstjórn sé bara opinská með það
hver viljinn til verklegra framkvæmda þegar kemur að orkumálum. Og ég veit ekki hvort þið hafið áttað ykkur á því á tækifærunum sem felast í þeirri stöðu sem við erum núna í. Að í fyrsta sinn í mjög langan tíma þá ríkisstjórn við völd þar sem algjör einhugur að ráðast í stóraukna orkuframleiðslu. Og allir flokkar, allir ráðherrar, hver einasti þingflokkur þessar ríkisstjórnar, það allstaðar sammæli að það sé óboðlegt að horfa upp á áframhaldandi hægagang í orkuframleiðslu og þegar kemur að uppbyggingu flutningskerfisins. Þannig að ég held að þetta sé svolítið verkefnið og stjórnmálin þurfa bara að vera að sýna á spilin. Hvað viljum við, hvernig ætlum við að gera það? Og ég held að sé eðlilegt að því það hefur nú verið rætt talsvert rammaáætlun og þann lagabálk í dag, að það verði hort til þess að breyta þeim lögum svolítið með þetta til hliðsjónar. Akkurat, ég ætla kannski bara að grípa boltan þarna. Ég ætla almennt ekki að vera að grípa fram í fyrir ykkur þannig, en við skulum samt hafa umræðuna snarpar, við höfum kannski 20 mínútur rúmlega það. Og ég ætla aðeins að henda þetta á lofti sem að ráðherra nefnir með rammaáætluna, þegar ég hef alveg heyrt þig Hörður tala svona þá hugmynda orkuþörf eigi í rauninni að vera forsenda inn í rammaáætlun. Geturðu aðeins útskýrt þá hugsun sem þar liggur að baki? Já, það lítur bara að vera algjört grundvallaratriði, til dæmis ef við trúum því við þurfum ekki orku eins og kannski ein sviðsmynd sem að kannski, og ég held mér sé að stundum í verkefnisstjórn rammaáætlun hafi setið fólk sem að taldi að væri búið að virkja nóg, að þá getur verkefnisstjórnin ekki unnið sitt verkefni að það lítur að vera að segja að við þurfum ákveðna orku, hvernig veljum við hagkvæmustu kostina og þá sem hafa minnst umhverfisáhrif og eitthvað jafnvægi þar á milli. Ef við erum ekki með orku þörf og nefndarmenn getur jafnvel haft á persónulegu skoðun að það þurfi ekki, þá getum við bara hætt eftir fyrsta fund. Þá komið niðurstaða. Þetta var í Noregi, þá var útgangspunkturinn að það þarf 15 teravattstundir. Hvernig ætlum við að finna þær? Það hlýtur að vera verkefnið, rammaáætlun að finna kosti til að uppfylla einhverja þörf sem því að þarf stöðugt að endur með þetta. En ég held að það sé líka rosalega mikilvægt í svona mál sem að, eins og Jóna fór vel yfir, sem að virkjun tekur þrjár ríkisstjórnir og jafnvel meira. Þetta eitthvað sem þarf að vera þverpólitísk samstaða og það yfirgnæfandi meiri hluti fólks á Íslandi, að mínum mati vel yfir 70%, jafnvel yfir 80%, sem vill áframhaldandi uppbyggingu og sömu fórstöðum gert hingað til. Þetta hefur tekist mjög vel. En allt í lagi, það allir sammála það, en það hefur, eins og Jóna bent á, þá hefur samt ekkert gengið mjög vel að komast áfram með það og Gestur, þú ert forstjóri sameinaðrar, umhverfis- og orkustofnunar og þessar stofnanir báðar fyrir sameiningu hafa náttúrulega leikið hlutverk í leyfisveitingaferli nýra virkjana og þú sást tillögu eða draumsýn Jónu áðan þar sem að hún lagði til að það þyrfti kannski ekki nema 7 ár til þess frá rammaáætlun til gangsetningar á meðan núna þetta að lágmarki 12 ár og sagan kennir okkur nú að það getur verið töluvert lengri tími. Hvernig sér þú þetta? Þetta raunsætt að þínu mati þessi draumastaða Jónu Bjarnadóttur og ef svo, hvað þarf til þess að þetta geti orðið? Það alveg raunsætt að stytta ferilinn, en það líka nauðsynlegt. Við erum með lögbundið kolefnishlutleysi fyrir árið 2040. Við erum með skilgreindar skuldbindingar samdrátt í samfélagslosun fyrir 2030. Þannig að þetta ekkert að fara að reddast nema við förum að auka skilvirknina. Og við erum þegar byrjuð. Við erum 2 mánaða gömul stofnun og við gátum bara strax farið í að gera breytingar. Öflugur mannauður, en það var það líka tilgangur með sameiningunni að vera með sterkari faglega umgjörð og líka svona sterkara utanumhald varðandi mannauðin. Þannig að til dæmis áfallaþol, til dæmis ef fólk að fara að eignast börn, eins og búið að nefna eða veikist, að þá með nýrri og stærri stofnun að þá áfallaþolið miklu betra. En nú þegar það er þannig að við erum komin bara með mælaborð, lifandi mælaborð, hvað erum við með mörg opin mál? Þetta mælaborð var tekið í notkun sama dag og umræddur héraðsdómur féll. En síðan þá hefur opnum málum jafnt og þétt verið að fækka vegna þess að við vitum alltaf hver viðfangsefni eru fyrir framan okkur
Og lykillinn að þessu var valdefling og traust gagnvart starfsfólkinu okkar. Það er að segja öll mál þurfa ekki að koma inn á mitt borð sem forstjóra. Það er þannig að við erum með óbóðslega flott fólk, klárt fólk og öflugt fólk til þess að afgreiða bara fullt af málum án þess að allir séu að koma að því. Og þetta er hlutur sem við erum búin að gera og erum að sjá það að málum, opnum málum er að byrja að fækka og það verður mjög gaman að taka púlsinn svona kannski með haustinu. Þannig að okkur bara hlakka til. Þannig að bara að segja þetta er nauðsynlegt ef að við ætlum að halda okkur við þær skuldbindingar að vera kolefnishlutlaus þjóð. Við erum bara ein af 4 þjóðum í heiminum sem hefur þorað að setja þetta markmið. Allir aðrir eru 2050. Þannig að það að vera meðal þjóða, það er held í markmið sem er bara virkilega gott og gilt ef við erum hugsað framtíða kynslóðir. Guðrún, ég er ekki búin að gleyma þér, ég kem að stónotendunum á eftir, en mér langar aðeins að halda áfram með leyfisveitingarnar, af því að, jú, eitt er að umhverfis og Orkustofnun sé efld og leyfisveitingaferli þar, en annað er kannski bara lagaumgjörðin, sem að hefur, held ég að við getum sagt, flækst og lengst síðustu árin, á meðan hið gagnstæða er að gerast í Evrópu. Og ég held að megi segja að þetta hafi beinlínis verið ágangshindrun fyrir önnur fyrirtæki. Ég meina fyrir maður nú vera að tala þolinmótt fjármagn. Sko, það er eiginlega enginn nema Landsvirkjun sem getur beðið í 23 ár með að hefja framkvæmdir á virkjun. Hvað getur þú sagt okkur bara þína sýn að móta bætta skilvirkni? Af því að þegar við sagt það, bæði fjármálaráðherra og þú hefur rætt það er bæta skilvirkni leyfisveitingaferla, en getur þú sagt okkur eitthvað meira? Sko, þetta gengur ekki að leyfisveitingaferli sé eins og einhvers konar slönguspil, sko, þar sem virkjunaraðilinn súnkar niður og þarf að gera hitt og þetta aftur. Lendir á stiga og bara hún? Já. Þannig og þið þekkið þetta auðvitað, ég meina að það hefur ekki skort framkvæmda viljan hjá orkufyrirtækjum. Það er í leyfisferlunum og svo ágreiningi skipulagsmál oft sem hlutirnir stranda. Við erum að vinna að mjög þéttum lagabreitingapakka sem felur í sér einföldun á þessum ferlum, samþættingu á þeim og til hvers er leikurinn gerður? Jú, við erum að horfa til þess í rauninni að taka upp svona notenda miðaða stjórnsýslu en ekki stofnana miðaða. Jóna náttúrulega teiknaði þetta upp hérna áðan, allar þessar fjölmörgu stofnanir sem þurfa að veita leyfin. Það sem við erum að gera er að við erum að fækka leyfum, í raun sameina kannski margar tegundir leyfa í eitt leyfi. Við erum að fækka eða draga úr kröfunum gagnaskil, þannig að viðvikin séu færri, að tímapunktarnir séu færri, þar sem kannski virkilega reynir á. Og horfa til þess að umhverfis- og Orkustofnun sé svona leiðandi aðili í öllu þessu ferli, og að hún taki þá einmitt frekar við umsögnum frá öðrum stofnunum frekar en að virkjunaraðilinn þurfi alltaf að leita til margra stofnana. Og svo auðvitað erum við að vinna í og förum að fjárfesta í stafrænni gagnagátt sem mun skipta mjög miklu máli. En bara rétt stinga inn í, getur leið fullvissa þá sem hafa áhyggjur af því að þá sé verið að veita afslátt, þá sé verið að draga úr aðgengi almennings, þá sé verið að bjóða upp á einhverja skemmri skýrn og gera minni kröfur. Það er rauður þráður í þessu öllu að ganga ekki gegn ákvæðum Árósasamningsins, að gefa ekki afslátt af umhverfismatskröfum og almenningssamráði. Þetta á bara að vera einfaldara og skilvirkara fyrir alla sem koma að þessum ferlum. Ég held að það sé margt þarna sem einmitt náttúruverndarsamtök ættu ef eitthvað er að fagna. Og þetta skiptir miklu máli. Þetta hafði ákveðin vinna átt sér stað í ráðuneytinu áður en ég kem þarna inn. En það komið samt að einhverju leyti á óvart hvað í rauninni mikið af allri löggjafarvinnunni var eftir. Af því það hefur verið talað þetta svo lengi. Það hefur verið ákall það að einfalda leyfisveitingaferlana. Ég hugsa að ég hafi nú eiginlega heyrt þetta góða ávarp frá Jónu Bjarnadóttur bara mjög svipað ávarp fyrir 2 árum og það var svona byrjað að teikna ýmislegt upp en löggjafarvinnan er ennþá mikið til á byrjunar, eða hún er ekki á byrjunarreit núna. Við erum komin mjög langt með þetta og við erum að koma inn með mjög þétt lagabreytingafrumvarp sem tekur á mörgum þessara þátta og komum svo með framhaldsfrumvarp næsta haust.
Þannig að ég hef fulla trú á að við getum stytt þetta ferli verulega þannig að þetta taki frekar 6-7 ár heldur en 12 ár eða 26 ár, til ekki Hvassvirkjunar sko. Ég var 7 ára þegar sá virkjunarkostur fór inn í ferli rammaáætlunar. Akkurat. Guðrún Halla, mig langar aðeins að víkja að efni úr erindi Tinnu hérna áðan. Sko þessi hugmynd tvískiptingu markaðarins og langtíma samningana sem að kerfið okkar í rauninni byggt upp á. Og ég held að með í rauninni segja að þessi aðgreining hafi orðið til með tilkomu stórnotenda. Þegar þeir komu að þá augljóst að þeir með sínum langtímasamningum eru ekki að keppa sama markaði og almenningur og smærri fyrirtæki. Sko, ef við skoðum bara þessar forsendur, gætu þið starfað hérna án langtímasamninga? Hversu mikið svirði eru þeir? Já, einfalda svarið og stutta nei. En langtímasamningar eru náttúrulega bara mjög mikilvægir fyrir rekstur á raforkukerfinu á Íslandi og eru það líka erlendis, en þar eru með miklu stærri og virkari markað þar sem allt magnið fer inn á markað, en samt eru langtímasamningar. Hérna á Íslandi erum við ekki með neinn markað, valla. Nú eru komin heildsölumarkaðir sem fyrir bara 20% af notkunni. Mest megnis þetta í langtímasamningum. Hins vegar eru langtímasamningarnir kannski að breytast að einhver leyti. Þú þarft mjög langa samninga við upp á fjárfestingu. Það eru 20 ár pluss. Þannig að þegar það verið að endurnýja þá samninga, þá geta langtímasamningar kannski verið 10 ára eða styttri. Þannig að eðlilega getur breyst á tímabili, en það er alltaf þörfur. Og eins og kerfið núna, þá verið að treysta á eins og skerðingaheimildir. Það verið að treysta á kaupskyldu. Það verið að treysta á jafnvel móðurfélagsábyrgð sem gefur orkusölum ákveðna tryggingu og sömuleiðis þá fá notendur aðgang að raforkuverði sem samkeppnishæft. Þannig að þetta bara mjög mikilvægt fyrir okkur, og ef við ætlum að fara og skipta yfir í eitthvað annað módel sem það kannski 100% markaðstengt, þá þurfum við að leysa mjög mörg vandamál. Þannig að það er ekki hægt að bara fara yfir í eitthvað annað módel og hlutinni bara ganga upp. Þannig að hvort heldur sem þú velur annarkvort markaðsmódel og þarf að leysa mikið af vandamálum, eða tvískiptu markaður, og við þekkjum svo sem hvað þar, og þá þurfum við að leysa eitthvað flæði á milli markaða, hvernig tökum við á því, og það þarf að bara passa upp á að samkeppnishæfni Íslands haldist, sama hvað. Og það ekki, og ég myndi kasta boltanum til stjórnvalda að taka ákvörðun hvernig framtíðarsýn raforkuviðskipti á Íslandi og hönnum kerfi út frá því. Núna erum við í millibilsástandi og það er mjög slæmt fyrir notendur og hvað þá stórnotendur að vita ekki hvernig fyrirkomulegi verður eftir 3 ár, 5 ár, að því að fólk með mismunandi skoðanir á því hvernig það ætti að vera. Þannig að stjórnvöld þurfa að taka ákvörðun og við þurfum að hanna sem best kerfi í kringum það. Það er náttúrulega svolítið, þegar ráðherra mætir í pallborð, og ég tala ekki nýr ráðherra, þá er svolítið heitt undir honum, sko, þannig að við þurfum aðeins að punda á þig, og akkurat það sem að Guðrún Halla segir. Ég man nú bara það sem þú stökkst upp tröppurnar á Bessastöðum þegar ríkisstjórnin var að taka við, og þú varst spurður þitt fyrsta verk. Þú sagðir það að tryggja raforkuöryggi heimila og smærri fyrirtækja, þessi hluti markaðarins sem notar 20% af raforkunni sem er framleitt í dag. Þetta almenningur eigi ekki að keppa við stóriðju, og þá spyr ég bara svolítið eins og Guðrún Halla, hvernig ætlar að gera það? Já, við erum að gera þetta í 2 skrefum og við gerum ráð fyrir að klára þetta á þessu ári. Ég að koma með frumvarpin í þingið núna á næstu dögum sem felur í sér að við erum að lögfesta svona ákveðna varnagla þegar það kemur upp óviðráðanleg staða á raforkumarkaði. Þar erum við að tala svona óviðráðanleg atvik og hvernig stjórnvöld takast á við það, og þar erum við að lögfesta ákveðnar reglur og ákveðin sjónarmið sem verður þá litið til í svona skömmtunar ástandi, í ástandi sem í rauninni hefur aldrei komið upp. Og þetta skiptir mjög miklu máli, og þannig erum við líka að lögfesta ákveðnar heimildir fyrir Umhverfis- og orkustofnun til þess að safna upplýsingum, vakta markaðinn, grípa inn í. Við erum líka þarna með ákvæði sem snúa svokallaðri notkunarsvörun. Við erum að styrkja í rauninni Landsnet og getu flutningsfyrirtækisins þá til þess að semja
meðal annars við stórnotendur þá í þágu kerfisstjórnunar, ekki heildsölu viðskipti á rafmagni, heldur bara vegna kerfisstjórnunar þáttarins. Og þetta skiptir mjög miklu máli og þetta til þess fallið að verja og bæta raforkuöryggi. En svo eru stóru pólitísku spurningarnar, þeim verður svarað í síðara frumvarpinu sem kemur fram í haust. Og þar erum við að horfa til svona umfangsmeiri aðgerða til þess að tryggja forgang og vernd almennra notenda, heimila og fyrirtækja. Og þar erum við með nokkrar útfærslur til skoðunar sem við erum að áhrifameta. Við munum hvernig umræðan var frumvarp sem kom frá meirihluta atvinnuveganefndar á síðasta kjörtímabili sem endaði með svona öskurkeppni í fjölmiðlum þarna einhver jólin. Við viljum ekki lenda aftur í þeirri stöðu sko, þannig að við þurfum að finna þarna bara einhverja skynsamlega leið sem, það verði ekkert allir ánægðir, en sem samt ekki þannig að það verði einhvers konar stríðsástand milli orkufyrirtækjanna. Þannig þarna, og að því ég held í grunninn, og þetta nú eitthvað sem þið hjá Landsvirkjun hafið haldið á lofti mjög lengi, mikilvægi þess að tryggja forgang almennra notenda og fá svona ákveðin skýrleika inn í löggjöf hvað þetta varðar sem hefur í rauninni skort á alveg síðan að heildarlög raforku voru samþykkt 2003. Þannig að nú þarf bara að ganga í þetta og gera þetta. Við erum að áhrifameta þessar 3 útfærslur og ég hlakka til að kynna þetta þegar nær dregur. Já, við hlökkum líka til að sjá hvað kemur út úr því. Hörður, mig langar aðeins að spyrja þig vegna þess að vissulega það alveg rétt sem að Jóhann Páll segir. Landsvirkjun hefur mikið talað mikilvægi þess að raforkuöryggi sé tryggt fyrir almenning og smærri fyrirtæki, en jafnframt í næstu setningu að þá nefnir samkeppnishæfni landsins og við verðum að halda í hana. Af því við vitum að stórnotendur hafa verið að hverfa frá Evrópu í stóru stíl af því að umhverfið hentar þeim ekki þar. Og þú hefur talað það, það náttúrulega tiltölulega nýtt á Íslandi að það sé umfram eftirspurn eftir orku. Það ekki, eins og var nefnt hérna í kynningunni, þú ert búin að vera hérna í 15 ár og það er svo sem ekki alltaf, fólk hefur ekki alltaf hangið á húninum hjá þér að ná í hverja einustu megawattstund. Hvernig metur samkeppnishæfnina núna eins og staðan er? Er það að meina á stórnotendamarkaðnum? Já, og samkeppnishæfni Íslands akkurat, bara með til atvinnulífs, uppbyggingu atvinnulífs og verðmætasköpunar. Ég myndi segja að samkeppnishæfni gagnvart almenna markaðnum er náttúrulega frábær. Við getum eiginlega hækkað verðið svo við viljum. Já, ok. Það hafa engan valkost, þannig að ég held að við þurfum að passa okkur að þá við þurfum markaðslögmál þar, þá óheft markaðslögmál færa völdin algjörlega til raforkuframleiðandans eða millilega. En fyrir stórnotendamarkaðinn þá er hann miklu meira krefjandi en við höldum. Og þetta er ekki bara, við erum ekki að keppa með Evrópu, við erum að keppa nema þá Evrópu með svæði sem líka bara mikla niðurgreiðslur og við erum að keppa við á önnur lönd og það er krefjandi fyrir okkur að byggja nýjar virkjanir, þá er ég að meina í vatnsafli, jarðvarma og vindi og ná að keppa inn á þessum alþjóðlega markaði. Þetta er svona, það gengur, en við þurfum að sýna ráðdeild, við þurfum að vera í hagkvæmum kostum, það er ekkit rúm, það er ekki, en það sýnir bara afkoma Landsvirkjunar, þó að við séum að skila 150 milljörðum á síðustu 4 árum, að þá er arðsemi eigið fjár lág, hún er svona það lág að margir almennir fjárfestar myndu segja að þetta væri oflátt. Arðsemikrafan frá eigandanum er 7,5%, við hefum náð því, við erum svona verið að dansa í kringu það síðustu árin. Þannig að samkeppnisstaðan er mjög krefjandi en við þurfum að bara halda vel utan um hana því þessi fyrirtæki sem eru hjá okkur eru feikilega mikilvæg fyrir sem útflutningsgrein. Við þurfum að skapa útflutningstekjur. Hvernig getum við unnið vinnu og selt vöru og þjónustu og raforku og fengið borgað í dollurum. Það breytir dálítið miklu og það er alveg hægt en við þurfum að vera mjög meðvituð og sameinast að halda vel utan þessi fyrirtæki sem vilja koma hérna, ekki vera neikvæð gagnvart þeim. Guðrún Halla, þessu tengt samkeppnishæfninni, það er náttúrulega drjúgur hluti, kostnaðar stórnotenda er raforkan og auðvitað viljum við fá sem hæst verð fyrir hana, en síðan er líka flutningskostnaður og flutningskerfið hefur, ég eiginlega
man ekki eftir öðru en að það hafi verið kvartað yfir flutningskerfinu síðustu árin, að það sé ekki nógu öflugt. Að það er náttúrulega ekki nóg að byggja nýjar virkjanir og bæta við framleiðsluna ef það er svo ekki hægt að flytja orkuna þangað sem að þarf að nota hana. Skiptir þetta miklu máli til dæmis fyrir ykkar rekstur? Mjög miklu, en kannski áður en við förum í flutningskostnaði alveg gaf mér bara að taka undir það sem við varum að snerta á varðandi þróunin í Evrópu, samkeppnishæfni, mikilvægis að hafa augun á þeim bolta því að þetta helst allt í hendur. Góður árangur orkufyrirtækja helst í hendur við góðan árangur iðnfyrirtækja, helst í hendur við góðar útflutningstekjur og góð lífskjör. Þannig að við erum öll í sama liði og erum að vinna sama markmiði. Og það er mjög algengt að sé litið kannski á markaði, raforkumarkaði í Evrópu og horft á markaðsverðið án þess að gera sér grein fyrir eins og Hörður nefnir, það eru endurgreiðslur. Í Noregi eru endurgreiðslur á raforkuverði til orkusækina fyrirtækja mjög miklar og það skekkir það og ef við erum ekki meðvituð að það sé samkeppnin og að verðið sem við ætlum að hafa á Íslandi þurfa að keppa við það verð, þá töpum við. Þannig að það er mjög mikilvægt. En varðandi flutningskostnaðinn, þá er hann náttúrulega bara ósamkeppnishæfur á Íslandi. Hann hækkar og hækkar og það er mjög lítill metnaður fyrir því að stjórna þeim kostnaði. Og sem dæmi þá má nefna það að núna áramótin átti að hækka flutningskostnaði 200% í 1 mánuð til stórnotenda. Það var ákveðið á endanum að dreifa því yfir árið. En þetta sýnir bara að það er engin, það er ekki tillit til hvaða áhrif þessi kostnaðaraukning hefur á fyrirtæki og síðan var að hækka núna til dreifiveitna í byrjun mars á smærri fyrirtæki líka og heimili í landinu. Af því að þetta var gert til þess að innheimta kostnað sem Landsnet varð fyrir vegna þess að það tapaði dómsmáli og þessu var bara fleytt beint á neytendur. Þannig að það er líka bara, það þarf að efla það og horfa ekki bara hvað getum við sett inn í flutningskostnaðinn, heldur líka hver er að borga þetta og hversu mikið þola þau fyrirtæki. Og þá kasta ég boltanum til ykkar að það þarf að skerpa aðeins á eftirlitinu með flutningskostnaði og við eigum að gera allt sem við getum til þess að halda honum sem lægstum og það eru mikla framkvæmdir í bígerð hjá Landsneti, mjög mikilvægar, en við þurfum að huga að kostnaðinum og hversu slegandi hann getur verið. Áður en hleypur á þeirra, þá veit ég bara, þú veist, sumir yða í skinninu að fá aðeins að snerta þessu Hörður. Já, ég er kannski aðeins líka að taka áður í bergin flutningsgjöldinu þá líka að segja, þau Guðrún var að segja að því að við ætlum ekki að fara að niðurgreiða orkuvinnslu. Við niðurgreiðum ekki fiskvinnslu af því við eigum ekki peninga fyrir því. Hver ætti að niðurgreiða? En varðandi flutningskostnaðinn og þú veist, ég er tíðrætt af einhverjum ástæðum að ég sé búin að vera í 15 ár hjá fyrirtækinu. Ég veit ekki alveg hvernig, ég hef hafa liðið alveg ótrúlega hratt og miklu lengur heldur en ég ætlaði að vera. En þegar ég kom til fyrirtækins þá var ég alveg nýr í orkugeiranum og þá var mér sagt einmitt að það var mjög mikið framöndan í rafflutningskerfinu. Það voru sérstaklega 2 verkefni sem að væru brýn að komast í og væru svona á döfinni. Veistu hvaða verkefni það voru? Ég ætla að giska á Blöndulína 3 og Suðurnesjalína 2. Og hvar erum við í dag? Það er í raun og veru ótrúlegt hvernig okkur hefur gengið að það er vonbrigði með virkjanirnar. Við erum þá stöðugt að nudda þess áfram og við erum að pönkast í stjórnmálum og við erum að halda svona fundi og vekja athygli á þessu og við erum að það eru lagabreytingar á leiðinni. En í flutningskerfinu hvernig gengur að koma mikilvægum flutningskerfinu áfram sem að Landsvirkjun styður heilsögur að séu lagðar, að það er með ólíkindum. En ég er samt mjög hugsi yfir, ég er sammála með hækkun á flutningskostnaðinum, hvernig getur staðið á að gjaldskráin þurfa að hækka svona mikið þegar við komumst ekki framkvæmdar. Ég er ágætur. Hvernig verður þú þá þegar framkvæmdirnar fara virkilega? Ég segi, hvað var ég að miklar áhyggjur af því? Því að flutningsfyrirtækin eiga bara að fá borgað tilbaka þær framkvæmdir sem er ráðast í með arðsemi, ákveðin arðsemi og fyrir rekstrarkostnaði. En ef okkur gengur ekkert að komast til framkvæmdir, en samt erum við með langhæstu flutningsgjöld í Evrópu. Nú erum við ekki með fulltrúa Landsnet hér og hefðum greinilega þurft. Það var en
Ég minna á að Landsnet hins vegar með fund hérna á morgun, þannig að við getum öll mætt þangað og leita eftir svörum. Mér langar aðeins að nefna af því að sko, tíminn líður svolítið hratt. Það tvennt sem mér langar að nefna áður en við hættum. Það annars vegar orkuskiptin. Gestur, það virðist vera svona, má segja kannski smá bakslag víða eða minnst okkosti fólk ekki jafn bjartsýnt og það var fyrir nokkrum árum að þau gangi jafn hratt og við héldum í upphafi. Við flytjum inn olíu og bensín fyrir sko 150 milljarða króna á ári og þess vegna það til mikils að vinna fyrir okkur að geta dregið úr því að verða svona það bil sjálfbær orku með við þær auðlindir sem við eigum. Hvert þitt mat bara á stöðu og þróun þessara þriðju orkuskipta sem að okkur langar til að komast í gegnum, en það virðist alltaf vera kannski svona heldur hærri þröskuldur en við reiknum með í upphafi? Sko, ef við horfum til dæmis á samfélagslosun og þá eru góðu fréttin að meiri hlutin á niðurleið. Þannig að það hljómar svolítið furðulega að tala um það að sé gott að vera á niðurleið. En það þannig að þegar kemur að svona stæðstu þáttunum að þá erum við að ná árangri. Og þetta svona kannski eins og að snúa olíuskipi. Þannig að þegar maður horfir til þess, þú veist hvaða tækniþróun í gangi og hvaða kraftar eru raun og veru í gangi þegar sérstaklega þú lögbindur kolefnishlutleysi, að þá færðu raun og veru allt kerfið með þér. Þannig að ég tiltölulega bjartsýn á það að við munum ná markmiðum okkar, bæði hvað varðar skuldbindingar í samfélagslosun og líka hvað varðar kolefnishlutleysi, vegna þess að það svo mikil gerjun í gangi. Dæmi sem ég tek oft það að þegar ég steig inn í iðnað árið 1999 að þá þurfti maður pínulítið að fara með veggjum að ræða til dæmis umhverfismál og samfélagsmál. Pínulítið eins og bara vera í skápnum. Í mínu síðasta starfi í iðnaði þá hefði ég bara verið rekinn fyrir að sinna þessum málaflokki ekki. Upplýstu hvaða starf það var? Það kannski ekki allir sem vita það? Nei, ég var bara að stýra raun og veru fyrirtæki í stórnotendahópi Landsvirkjunar og þannig að punkturinn kannski þessi að það ofboðslega jákvæð sveifla í gangi og ætlum við þá að fara að byrja að tala okkur niður eða ætlum við að fara að tala okkur upp. Þannig að það kannski svolítið val hjá okkur núna sem eru inni sem hagsmunaaðilar á mörgum sviðum og þetta val og þetta hugafar. Þannig að ég segi bara það að við séum á niðurleið í stærstu málaflokkunum okkar gríðarlega jákvætt. Binding búin að aukast 19-falt á Íslandi. Þannig að bara áfram gakk, ekki tala hlutina niður, tala það upp og við leysum þetta saman. Hluti af lausninni hlýtur að koma frá stjórnvöldum af því að eins og Hörður benti á í sínu erindi að þá það nú þannig að nýju grænu lausnirnar eru oft dýrari en að nota þær gömlu sem að notast við jarðefnaeldsneyti. Hvert stefnir ríkisstjórnin þar? Já, þessi ríkisstjórn auðvitað staðráðin í að ná árangri í loftslagsmálum. Það skiptir öllu máli hvernig við gerum það. Við þurfum að passa að gera það ekki þannig að við kljúfum samfélagið, sko. Eins og, ég meina þið þekkið þetta, gulu vestin og allt það. Þess vegna erum við að horfa núna til þess að uppfæra aðgerðaáætlun í loftslagsmálum út frá hugmyndafræði réttlátra umskipta. Að tryggja að orkuskiptin fari fram með þeim hætti að það leggist ekki ójafnar byrðar á fólk eftir því hverjar tekjur þess eru eða hvar það býr. En svo held ég líka, það oft talað um orkuskipti eins og þetta sé eitthvað íþyngjandi og óþægilegt. Það eru líka bara svo mikil tækifæri í þessu. Og við getum, og ég hef fulla trú á að við getum einmitt gert þetta með þeim hætti að það styðji við atvinnuuppbyggingu og byggðaþróun allt land. Guðrún gestur segir að hann hefði verið rekinn eða hann hefði farið að tala umhverfismál. Þú ert að stýra. Nei, ég að grínast. Fyrir 25 árum. Það alveg hreinu. En þú stýrir viðskiptaþróun einmitt hjá stóru iðnfyrirtæki. Hvernig horfir þetta við ykkur? Þetta bara eitt af mikilvægasta málefnunum. Að bara við erum alltaf með eitt lægsta kolefnisspor í heiminum í framleiðslu á áli. Og þannig að metnaðurinn bara að minnstakosti að halda því og bæta það þegar tæknin verður fýsileg. Þannig að það helst sem stendur í vegi fyrir því bara að því að eins og staðan núna að í framleiðslu á áli þá þarftu kolefni bara sem efnaskipta
hráefni og þegar við komumst á því og getum haft kolefnislaus skaut, þá þetta komið, en það ekki að fara að gerast á morgun og ekki hinn, þannig að það samfélagslosun sem við einblínum á og að fjárfesta í að finna tækni sem getur líka gripið losun, svo sé hægt að nýta eða farga. Miklu möguleikar. Hörðu, ég hugsa að leyfa þér að eiga svona síðustu vangavelturnar. Ég sé að Eva farin að gera eitthvað svona. Af því að við byrjuðum inn að fund svolítið á að tala það, sko, þegar við lítum öxl að þá getum við verið stolt af þeim ákvörðunum sem voru teknar í fortíðinni og við erum að vonast til þess að þær ákvarðanir sem að verða teknar núna á næstu árum sé eitthvað sem framtíðarkynslóðir geti litið til með sams konar stolti. Hvaða ákvarðanir þarf að taka í dag til þess að við getum skilað áframhaldandi bara farsæld fyrir næstu kynslóðir? Bara einn svona lauflétt spurning í lokin. Bara ein setning. Ég held nú að það verið það sem við vorum að fjalla á fundunum. Ég held að það náttúrulega að börnin okkar og barnabörn þegar að þau koma út í atvinnulífið og þá séu þau með aðgang að grænni orku til að mæta þörfum þess samfélags sem þau vilja búa í. Og þetta alveg framkvæmanlegt og þetta snýst ekki að virkja allt sem að okkur dettur í hug. En við þurfum að þora að horfa langt, þora að taka ákvarðanir langt út fyrir kjörtímabilið sem að kannski ekkert auðvelt fyrir stjórnmálamenn að gera. En því annars gerum við þetta sem fyrri kynslóð gerðu fyrir okkur. Ég held að við gerum okkur ekki alveg grein fyrir í hvað þakkarskuld við stöndum fyrir kynslóð að hafa tekið. Þetta voru ekkert auðveldar ákvarðanir. Þetta voru umdeildar ákvarðanir. Sko, ef ég tala um að það hafi verið erfitt að láta að ganga fjárhagslega í dag, þá held ég að vera ómögulegt á þeim tíma. En þetta reyndist rosalega gott af því að þetta eru eilífðarvélar. En það að þora að hafa þessa langtímasýn og reyna að gera grein fyrir hvernig samfélagi viljum við að börnin okkar búa í, varðandi sem snýr að orkumálum. Ég held að þetta séu bara ljómandi lokaorð. Kæra þakkir fyrir að taka þátt, gestur Jóhann Páll, Guðrún Halla og Hörður. Og þið innilegar þakkir fyrir að koma á ársfundin okkar. Ég endurtek, það eru veitingar hérna frammi sem við viljum endilega að þið þiggið, staldrið aðeins við spjallið, blandið aðeins skeiði. Ef við ekki að slíta fundinum bara þar með. Kæra þakkir. Takk.